Ágætu áhorfendur og gleðilegt nýtt ár, það komið nýtt ár og 2017 upprunnið og 2016 að baki og fór það nú vist ekki fram hjá nokkru manni sem var við þetta í gær að eitthvað nú stórt að gerast í dag og hérna allt saman að fara í gang og nýtt ár byrjað og sumir með væntingar nýtt ár og það allt í lagi að vera með væntingar nýtt ár því að það gefur okkur bara bjartsýnina og okkur veitir nú ekkert af henni alltaf því hún nú kannski ekki alltaf eins og skildi en engin ástæða til þess að vera með neitt annað en bjartsýni því að við erum nú ennþá uppistandandi og ennþá þokkalega manneskjur og ennþá í nokkuð góðum gír flest af okkur og mörg af okkur og þannig að það í sjálfu sér engin örvænting í hlutunum þó að kannski sé nú ekki alltaf eins og við viljum að þá fer þetta nú allt saman vel og eitt tekur við af öðru og margt skemmtilegt gerist og það verður væntanlega líka á þessu ári og í sjálfu sér ekkert þannig séð neitt sem í pípunum sem að segja með neitt annað, er það? Kirkjan til að mynda, hún búin að vera mjög lengi á þessari jörð og ég þekki hann sem að yfir kirkjunni og hann heitir Jesú og hann stofnaði kirkjuna fyrir margt löngu og hann ennþá við lýði, sami Jesú og stofnaði hana fyrir 2000 árum ennþá uppistandandi. Hann ennþá þar sem hann var eftir að hann reis upp frá dauðum sem á heimnum hjá föðurnum. Og hann gengur ekki á enda, eins og sagt og þess vegna bara bjartir tíma framundan. En aftur á móti þarf ég á þessu ári, nýja ári, eins og var á síðasta ári, að taka skrefin með honum, vera það sem hann þá segir hann sjálfur hann það sem ég Og af því að við ætlum að ganga þetta saman og þá sjáum við það svona strangt til tekið og í allri hreinskilni að það getur ekkert annað en vel farið, er ekki rétt? Ef þú horfir tilbaka og yfir til að mynda þína trúargöngu sem löngu eða stutt, það fyrir eftir því bara á hvaða aldri þú ert og svo framvegis, þá sérðu nú að þetta hefur ekkert verið þrautalaust. Lífið aldrei þrautalaust, en samt mjög vel við unandi og rúmlega það og þér hefur færst ýmislegt í fang sem þú áttir alls ekkert von á að nokkuð tíman myndi færast þér í fang en þú hélst á í hendinni. Af hverju? Af því þú tilheyrir honum sem að skapaði kirkjuna, á himnum og að undirbúa þína göngu, þinn veg, þér til heilla. Af hverju skildum við þá ekki vænta bara góðs á árinu 2017, rétt eins og við væntum góðs á árinu 2016? Þannig bara þetta. Það í raun, það eina sem ég þarf að gera, það að halda mér upp að Drottni og leyfa deginum að líða með þeim hætti. Í raun það eina krafan sem settur á mig. Þetta kannski hljómar ekkert sérstaklega spennandi fyrir einhvern, en þetta staðreynd. Og þegar við náum þessu, þegar við göngum út á þetta, fer nú ýmislegt skemmtilegt að gerast. Og líka annað sem við þurfum að byggja upp í okkur, það þessi yndislega von sem má aldrei minnka né slokkna. Og þá segjum við fullum fetum að árið 2017 verður gott ár og við getum líka sagt, ef við viljum, verður betra en árið 2016 og við getum sett nýtt aftan við þetta sem þó var gott. Þetta allt saman svolítið í okkar hendi hvernig málin þróast og fara. En ég þarf sem sagt að vera það sem Drottinn til þess að öruggt sé að hann sé það sem ég Og það algjörlega á minni könnu hvort að svo fari. Við vitum allt sem getur hindrað okkur.
Og hvað er það? Það sé nú ekki svona stæðsti parturinn sem hindrar okkur eru áhyggjurnar. Ég hugsa það nú. Hvernig losnum við þær? Með einum hætti, treysta Guði. Við höfum heyrt hann áður, við höfum heyrt hann 100 sinnum áður, 1000 sinnum áður. Við vitum af þessu og vitum í hjarta okkar að það er satt, en okkur gengur ekkert alltaf neitt sérstaklega vel að meðtaka þetta eða stíga út á þetta. Af hverju? Af því við erum bara menn. Og maður eins og ég þarf á Jesú að halda, og þess vegna segi ég það að árið 2017 verður gott rétt eins og árið 2016. Og þannig vil ég nú bara ganga út í árið sem árið sem að margt á eftir auðvitað að mæta mér. Og ég trúi því að það sem mæti mér verði til góðs þegar upp er staðið, breyti stöðinni þegar upp er staðið, geri mig að traustari manni þegar upp er staðið, og að þessu öllu vil ég stefna. Og ég vil hvetja þig með mér til þess að stefna þessu líka. Við sjáum að kaflaskiptin á milli ára, það er gott að hafa kaflaskipti, en við getum alveg haft kaflaskiptin þannig að þau leiði til góðs eins. Af hverju? Við höfum Biblíuna. Við höfum aðgengi á honum sem lifir, sem dó en reis upp, stofnaði kirkjun og kirkjan er í renn. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, við sækjum hana á hverjum sunnudegi og oftar í viku reyndar ef þannig gállinn er á okkur. Þannig að við höfum þetta allt í hendi. Við höfum hvatninguna og hrópin út allt fyrir framan okkur. Og ég trúi því að margir muni vakna til lífsins, að margir muni endurnýja heit sitt við Guð, að margir muni sjá skekkjuna sem þeir gerðu og að margir muni falla fram fyrir Guð og segja við hann: Drottinn, fyrirgefðu mér. Er það ekki bara fallegt? Einstaklingur gerir ekkert fegurra heldur en það að koma fram fyrir Guð og segja: Drottinn, fyrirgefðu mér. Fyrirgefðu mér hvað? Það getur verið margt. Þú þarft ekkert að segja mér það neitt og ég þarf ekkert endilega að segja þér hvað í mínu hjarta býr. En Drottinn þekkir það og hann elskar þetta. Hvað segir þetta? Jú, hann er komin til mín aftur. Og nú rifjast upp fyrir okkur sagan af týnda syninu sem hann fór og eyddi öllu. Og af hverju fór hann? Og hann fannst ekkert gaman orðið að vera hjá föðurnum. Er það ekki stundum þannig hjá okkur að okkur finnst ekkert lengur vera neitt sérstaklega gaman að vera hjá föðurnum? Af hverju er það ekki gaman stundum nema stundum? Hver skilur mannshjartað? Það er ekki nokkuð leið að ráða neitt í það. En svona er þetta. Hvað segir þetta mér? Jú, ég þarf að gjöra svo vel að vera með Drottni og ég get verið á þessum tímamótum, áramót eru tímamót, sett mér það markmið að gera árið svona nær Drottni heldur en árið 16 var og ég get líka hnýtt aftan við það og var ég þó nokkur nálægt honum árið 2016. Við getum alltaf talað upp til okkar. Þegar við segjum þetta, að árið 2000 var gott og ég er nokkur nálægt Drottni þá, það er uppörfun í þessu. Finnum við það ekki? Ég finn það. Svona eigum við að tala til okkar sjálfra og til þeirra í kringum okkur. Af því við eigum að vera uppörfandi fólk. Við eigum að vera fólkið sem að býr til eitthvað gott handa okkur sjálfum og þeim í kring. Þetta er krafan sem Kristus setur á okkur. Og til þess að tryggja sig þarna, þá held ég í hans hönd og hann heldur í mína hönd. Þannig eru býttir. Erfitt? Ekki erfitt, en viljan oft til verksins vantar. Eins og oft hjá okkur, þá er það hann sem er svona ljár í þúfunni okkar. Eða þúa í ljárnum okkar. Það segir maður ekki þannig.
Þannig við getum alltaf verið að bæta við okkur blómum á trúargöngunni og þetta ár sem að byrja getur alveg verið árið sem að við bætum samskipti okkar við Drottinn og að því við bætum samskiptin okkar við Drottinn bætum við líka samskipti okkar hvort við annað. Er það ekki atriði? Fyrir mér það stór atriði. Fyrir mér það allt málið. Því að, hvað? Maður brýnir mann. Og það því ágætt að vera í góðum samskiptum við fólk. Því að ef þú ert ekki til samskiptum við réttu aðilann, ég að tala rétt fólk, ætlastu til þess að það fólk brýni þig. Sem hingað til hefur bara rifið þig niður. Og er það ekki röng ályktun að draga? Við þurfum ekkert að vera neitt í kringu þetta fólk. Við eigum fullt af öðru fólki sem heilt trúað fólk, ekki betra fólk en annað fólk, en það á til Jesú og tilbyður og tignar Jesú og veit því nokkurn veginn svona kannski hvernig þér líður því að því hefur sjálfu oft liðið eins og þér. Og veit alveg hvað það merkir að fá svona hvatningu til góðra verka. Því við viljum öll, bæði og þú, gera góð verk, það er ekki rétt? Jú, við viljum það. Oft gerum við það líka, við megum ekkert gleyma því að oft gerum við það. En stundum mættum við gera það oftar. Og þess vegna getum við verið með þetta á sem brýningu líka fyrir það að gera góðu verkin oftar. Við sjáum að árið 2017 getur verið þitt helsta hvatningarár ef þú bara vilt það. En núna skulum við fá lag og svo heldum við áfram. Fallegu söngur, söngur þetta var nú reyndar instrumental lagvinót og það nú mikið í þessu, við erum bara með svona stubba inn á milli, svona til þess að aðeins að fegra þetta. Það er gaman að fegra hjá sér verkin og við getum gert það í dag með alls konar hætti og þeir sem kunna með þessi blessuðu forrit að fara og að þeir geta gert ýmislegt og margt mjög fallegt og margt mjög skemmtilegt og þetta er Guðs verk í raun og veru. Ef að Guð hefur kallaði til þess að gera til að mynda svona myndir eins og ég er oft í, að þá kennir að þeir á tækið og þú fer að geta búið til fallega hluti og færð hugmyndir í raun og veru sem eru óþrjótandi. Þetta er ekki mér að þakka eða þér að þakka. Þú átt aðgengi að Guði, drottni Jesú, sem þú ferð ekki í tóman kofan hjá. Vanti þér hugmynd, þá spyrðu drottin, já drottin, hvernig erum við að gera þetta núna?
og það kemur einhver lending þar úr jafnvel allt annar átt heldur þú áttir von á, eða kannski áttur ekki von á neinu. Ég nú þannig að ég á í rauninni ekki von á neinu, ég tek bara við því sem Drottinn að gera. Og það hefur nú verið þannig, þessi samvinna okkar, að ég bara teki við því sem hann hefur verið að gera, og ég sé það að hugmyndirnar hjá honum eru alveg bara endalausar. Og ég get gert þær kröfur fyrir 2017 að það verði ennþá meira þetta og ennþá meira af nýjungum og ennþá betri og fallegri verk sem að vinnast fyrir þessar hendur. Gerðu þetta bara með mér fyrir þessar hendur. Þá erum við konum með markmið sem svona, segi ég, alvöru markmið. Og við vorum með alvöru markmið áramótin 2015-2016. Núna komið 2016-2017. Og við getum alveg sett okkur önnur markmið fyrir þessi ár. Við getum haft það sem markmið, og ég trúi því að Drottinn sé að tala þetta út, að það verði svona ár hvatningarinnar, ár samstöðunar, ár samvinnunar milli kristinna manna. Við sjáum að það bara býr gott í árinu, ekkert annað, en hvernig næ ég þessu marki? Það alltaf með sama hætti. Ég held í hans hönd, ég geng daginn með hans hendi í mína hendi. Og ef við gerum þetta þannig, og okkur boðið að gera þetta, takk ég eftir því, hvað getur þá farið úrskeiðis? Ekki neitt. Og það fer heldur ekkert úrskeiðis. En þess vegna set ég mér þann stíl og þá stefnu að grípa í hönd hans leið og ég vakna, og svo höldust við bara í hendur. En það gerist náttúrulega allt sem gerist í deginu. Það alveg sama hvernig við reynum að undirbúa okkur og hvernig við reynum svona að forðast allt, að þá getum við það ekkert. Því að þetta allt í kringum okkur. Þetta innan okkur. Þetta með okkur. En við erum alltaf að reyna að haga málum þannig að þetta hafi ekki áhrif á okkur. Það vinnan oft hjá okkur þessum kristnum mönnum. Og að því við eigum góðað, gott, fallegt, yndislegt kristið fólk, að þá fáum við alltaf uppörfunina þar. Og að því að Drottinn hefur gefið okkur hygni og vit og já og hygni, þá erum við farnir að læra það að við erum byrjaðir að sía frá. Erum við þá að gera mannamun? Við erum ekki að gera neitt mannamun, en sumt nauðsynlegt. Því að á endanum þá snýst þetta alltaf þitt líf, ekki rétt? Þetta snýst mitt líf. Og hvað þarf ég að gera til þess að eiga gott líf? Það sem Drottinn segir mér. Hann segir mér að setja síu á vini mín, og ég veit það, svona ykkur að segja, ég láti þetta ekkert fara neitt lengra, að þá gerði ég þetta fyrir löngu síðan. Ég gerði þetta eiginlega mjög fljótlega eftir að ég frelsaðist. Og síðan hef ég bara verið innan trúafólk, og það eins og það En þetta samt trúafólk sem maður umgengst, og trúafólk segir mér alltaf ákveðna þætti. En það náttúrulega auðvitað langt síðan ég gerði mig grein fyrir því að trúafólk ekki betra fólk en annað fólk, og ég ekki betri maður en aðrir, en ég á samt til trú. Og hvað gerir trúin fyrir mig? Hún fær mig til að biðja. Og kannski get ég gert meira því á þessu ári, og get alveg örugglega gert meira því að biðja. Sjáu ekki hvernig við erum að toga fram þessi kristnu gildi fyrir okkar líf. Akkur ekki gera þetta markmiði fyrir 2017. Að toga fram þessi kristnu gildi sem eru stundum hátt upp í okkur, en þess á milli bara í lægðinni. Akkur ekki að reyna að toga þau upp einhvern veginn, þannig að þetta sé svona meiri festa í málum. Er það ekki bara gott mál? Það myndi ég segja. Þannig við getum alltaf sett okkur góð markmið. Við verðum þá að gera það. Og þarna fáum við hvatningu inn í það mál. Af því við erum systkini og við erum að leita stuðnings hvort frá öðru. Og við fáum það. Af því við erum að biðja það. Og hvað? Jú,
Drottinn sér það að svo fari. Sjáu þið ekki hvernig hann vill viðhalda voninni hjá okkur sem eru kannski í einhverjum bardaga núna. Þetta leysist. Og nú stöndum við á tímamótum, svona innan gæsalappa, og við getum sett okkur þessi markmið fyrir nýtt ár. Maður setur sér alltaf einhver markmið. Ég reynda hef enga tölu það hvort ég standið eða ekki, ég veit ekkert það, ég hef aldrei pælt neitt í því. En maður setur sér samt alltaf einhver markmið. Ég man ekki hvað ég setti mér í fyrra, en sjálfsagt verið eitthvað ægilega flott. Kannski stóð ég það, kannski ekki enn. En ég geri það, reyni það og ætla að halda því áfram í ár ef Guð vill og ég veit að vill. Það bara haldi í hendina hans. Og þá hlýtur maður að ná sínum markmiðum, ekki satt. Þegar maður er með hennar pólinn í hæðinni, þá er það vegna þess að Drottinn, af því við erum svona nálægt hvorum öðrum, þá fær hann að tala til mín alltaf sem maður vill. Og þetta er það sem maður vill. Settu þér nú markmið væginn minn, guðlega markmið. Við höfum verið að tala hérna nokkur og við getum alveg tekið undir það öll að þetta eru góð markmið. Jafnvel vantrúin getur tekið undir þetta því að vantrúin sér að það er vit í þessu. Það er heilmikil visk í þessu. En vantrúin á ekki það sem ég á. Það sem ég á fram yfir hana er Kristur. Er það mér að þakka? Að sjálfsögðu er það ekki mér að þakka og ég þarf ekki einu sinni að tala um það einu orði. Trúin er nefnilega gjöf. Og kannski ætti þetta ár að vera árið sem bæði ég og þú verðum ennþá þakkláttar fyrir það að eiga þessa blessuðu trú. Og allt sem henni fylgir. Hvað fylgir? Við höfum verið að tala hér um vonina. Við höfum verið að tala hér um bænina. Við höfum verið að tala hér um okkar elskuðu félaga, menn og konur. Í Kristi, vini, þetta eru vinir okkar. Er það ekki bara gott? Er ekki gott að eiga góða vini? Hver tekur eða þræti fyrir það? Og sumir eiga góða vini. Og ég trúi því og vona það fyrir allra hönd að allir eigi sér góða vini. En við þurfum að hafa fyrir því að eignast þessa vini. Já, við þurfum kannski ekki mikið að hafa fyrir því að eignast á, en við þurfum kannski að hafa töluvert fyrir því að halda þeim. Það er kannski vinna fyrir suma. En þá bara setjum við okkur það mark að vinna þá vinnu sem þarf. Og þá hlaupur selur nú ekki undir iljarnar á þeim, svo glatt. Það. Ég hef nú ekki séð undir iljarnar og held í neinum. Og stundum er ég nú alveg undrandi á því hvað þetta blessaða fólk heldur tryggðu við mann. En það verið svo að vera að menn haldi bara tryggðu við mann alveg út í eitt. Og við þetta fólk sem þekktustum bara sem krakkar. Við erum ennþá að við erum náttúrulega ekki í daglegu sambandi eða neitt þannig, en við munum alltaf eftir hvorum öðrum. Af því að tengingin var sterk á sínum tíma. Okkur þótti alltaf vænt hvora um aðra og hvort um annað. Og okkur þykir ennþá vænt hvort um annað. Af því að tengingin slitnaði aldrei og sumt þarf bara ekkert að slitna. Og það er það sem að Drottinn vill gefa okkur í ár. Að þessar tengingar sem eru alvöru tengingar, að þær verði sterkari, öflugri, betri. Hann ætlar að gefa okkur ráðin í það á þessu ári. Þannig við sjáum að árið verður bara gott. En þó er það skilyrði sett með að við göngum með honum sem lifir í dag. Stofnaði kirkjuna og hefur ekki breytt sér nokkuð skapaðan hlut. Við getum lesið allt sem við þurfum að vita í bók sem heitir Biblía, Nýja testamenti, Gamla testamenti. Og það er líka eitt markmiði sem við getum sett okkur, það er að fara oftar í þessi gullkorn sem þessar bækur allar eru, sem að sameina Biblíuna, Gamla testamentið og Nýja testamentið. Þannig að við höfum markmið, við höfum verk að vinna, við höfum ekki starfslaust fólk. Við höfum allt þetta.
og við ætlum að halda í allt þetta. Við ætlum að vaksa í því. Og þá þykir okkur ennþá vænna kirkjuna, samfélagið okkar og all starf þar og tökum utan kirkjuna fólk af ennþá meiri ástríðu heldur en hingað til hefur verið kannski. Af því að við viljum að allt sem við gerum samverki til góðs og þetta kannski heitið fyrir einhvern að gefa sér fyrir þetta ár. Þetta allt biblíuleg gildi sem að allir geta staðið við en vita leiðina að því. Hver leiðin? Biblía, trúin, Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson þakkar fyrir sig og segir þetta gott og óskar öllum landsmönnum til hamingju með nýtt ár og trúir fyrir allra hönd að verði gott. March along, sing a song with the army of the free. Count the brave, count the true, who have fought to victory. We're the army and proud of our name. We're the army and proudly proclaim. First to fight for the right and to build the nation's might, and the army goes rolling along. Proud of all we have done, fighting till the battle's won, and the army